Í tæpan aldarfjórðung var þessi atburður í senn hátíðlegur og hversdagslegur. Gullfoss að fara frá Reykjavík. Þetta var stór stund fyrir þá sem fóru og þá ástunni sem eftir stóðu á hafnarbakkanum. En Gullfoss var líka svo sem alltaf að koma og fara. Margir höfðu fyrir sið að skreppa niður á höfn til að fylgjast með, forvitnast það hverjir væri að koma heim og hverjir væri á útleið. Nú eru tæplega 20 ár síðan þessi sjón sást síðast en Gullfoss lifir enn í minningum fjölmargra. Í þessum þætti ætlum við að rifja upp sitthvað þetta einstæða skip með fólkinu sem best þekkti til þess, þar að segja meðlimum úr áhöfninni og með aðstoð 20 til 40 ára gamalla kvikmynda sem ekki hafa verið sýndar opinberlega áður. Það lýsir sérstöðu Gullfoss betur en margt annað að hann samdi Sigfús Halldórsson lag sem varð geysilega vinsælt. Útráin eykur mátt, ung verður gömul þrá, syngjum á dönsum dátt, dvelur oss gleðin hjá, lifum vér ljúfan dag, létt eru þessi kjör, Gullfoss með glæstum brag, greiðir oss heilla för. Gullfoss með glæstum brag, greiðir oss heilla för. Höldum mér heil af stað, hafið ei veldur geir, dýrlegt vér dáum það, dreipum af Guða vei, lifum vér ljúfan dag, létt eru þessi kjör, Gullfoss með glæstum brag, greiðir oss heilla för. Gullfoss, gamli Gullfoss, var fyrsta skip Eimskipafélagsins en hann lauk hlutverki sínu í stríðinu og þá var undirbúningur að smíði nýrra og stærra skips hafinn. Hugmyndirnar og teikningarnar þóttu svo ævintýralegar að fyrirhugað skip var jafnan nefnt Fantasíufoss. Viggo Mock, skipaverkfræðingur, tók þátt í hönnun skipsins og var eftirlitsmaður við smíði þess. Þá strax voru orðnar til sögur. Hann hljóp á Stokkhólnum, ég held 8. desember 49 og ég man eftir því að stelpan mín, hún var að tala að hvað verið gaman að, henni þótti gaman að sjá skip svona renna niður brautina og sagði, pabbi látt á að gera þetta aftur. Nú svo var veislumkvöldið, stór og mikil veisla, mjög flott veisla sem Búrmaströfin hélt í tilefni af þessu. Og svo vorum við upp í Ingenjörforeningens hús og þar var mikill gleði og glaumur og við sem vildum halda áfram eftir að matarpartíinu lauk þarna og ræðuhöldum, þá fórum við á næturklúbb og vorum þar 10 saman og það var Íslendingur sem var búsettur þar, Holger Pettersen, hét hann sonur Bíó Pettersens og hann var mikill höfðingi og vildi endilega fá okkur bara heim til sín þegar að klúbburinn ætlaði að fara að loka. En við vorum ekki búin að keyra nema spölkott þegar að lögreglan kom og hirt okkur all og sett okkur í stóran lögreglubíl. Við vorum á mörg í þessum bíl og við vorum kannski ekki öll alveg edrú. Gullfoss var 100 metra langt skip og 16 metrar á breidd. Alls tók það 210 farþega, þar af helmingin á fyrsta farrými. Í áhöfninni voru tæplega 70 manns. Einungis 3 skipstjórar stýrðu skipinu. Fyrst Pétur Björnsson, síðan Jón Sigurðsson og loks Kristján Aðalsteinsson sem var lengst allra og þar til skipið var selt. Talsverð mannaskipti voru í áhöfninni en það var fjölmenn. En þar var fastur kjarni og nokkrir voru á skipinu frá upphafi til loka. Allir eiga þaðan margar minningar. Það skeið þarna allt frá því að taka á móti börnum og ganga á rólíkum. Þetta var rómantískur staður, skipið. Alveg stefna milli. Fólki var yfirleitt mjög ánægt.
Allir jákvæðir. Og svona, það var virkilegt svona fjör og léttleiki yfir þessu. Ein af skýringunum á þeim ævintýraljóma sem stendur af skipinu er áreiðanlega sú að framan af var það ekki á allra færi að ferðast með því og fólk á Íslandi heyrði skipsins líklega einkum getið í tengslum við ferðir leiðtogana. Þessar myndir eru frá opinberri heimsókn Ásgeirs Ásgeirssonar, forseta Íslands til Danmörkur árið 1954. Þá voru hlutirnir gerðir með stíl og hvergi til sparað í viðhöfn. Þessi ferð til Danmörkur er í huga áhafnarinnar einn af hápunktunum í sögu skipsins. Sérstaklega er mönnum minnistæður kvöldverðurinn sem forsetinn bauð Friðriki Danakonungi og Ingiriði í borð í skipinu. Guðmundur Þórðarson var Breti Gullfoss alla tíð. Hann lýsir hér matseðlinum þetta kvöld. Það var nú snittur, 3 snittur, ein var með reyktan lax, ein með rækjum og ein með kavíar. Svo var lúpur í heitanrétt og tornedó fyrir þá sem ekki vildu lúpubringurnar, það voru bara bringurnar. Og svo var tröfla í þessast. Kokkarnir sáu matinn. Og ein góð saga með því að þeir ruddust inn í eldhús og spurðu kokkinn það hvað ætti að vera að borða það aðalrétt fyrir konunginn og slektið allt saman. Hann sagði það er leyndarmál og það verður engu sagt að hann hendi rjúpu upp í loftið og greip hana. Það voru rjúpnabrjóst sem voru á borðstólu í aðalrétt. Þetta var stórkostleg máltíð og er stórkostleg máltíð. Aðrir farþegar en hinnir konungbornu vörpuðu einnig ljóma á skipið. Nokkrir töldust fastagestir borð, meðal annarra þessi hjón, Vala og Gunnar Thoroddsen. Og Auður og Halldór Laxness, en Halldór kom að sjálfsögðu með Nóbelsverðlaunin heim með Gullfossi. Báðu söngum ást og unaðundi og ró, húsitt í björtum skó. Ef þú kemur hér, þegar kvölda fer, muntu heyra þann söngin. Ekki var það heldur til að draga úr orðstíl skipsins þegar það brann í Kaupmannahöfn skömmu eftir 1960. Sigurður Kristjánsson var bátsmaður. Við vorum í þurrdokk sem kallað er, voru koksofnar undir skipinu til þess að halda, var það mikið frostið, til þess að frysa ekki neysluvatni hjá okkur. Og einhvern ástæðu vegna lag olía niður í dokkina. Og svo hefur sennilega myndast einhvern gas eða það var bara klukkan 10:30 á mánudagsmorgun. Við vorum búin að taka eftir þessu á sunnudaginn og það var búið að láta vita af þessu og þeir í vertinum sögðu að við skildum bara vera rólegir. Það dælt úr dokkinni strax á mánudagsmorgunin. Svo var hún búin að dæla tölvöld miklu olíu úr dokkinni og klukkan 10:30 og þá var bara sprenging í dokkinni. Og skipi afturparturinn hann var alelda. Ég var fyrsta árinu á, ég undir eins fór þá á snjá, að þvotta bala mömmu minna. Lítum aðeins á áhöfnina. 70 manna áhöfn kann að þykja mikið nú til dags, en Gullfoss var ekki aðeins skip, heldur einnig stærðar hótel. Góður agi ríkti og fasta reglur í samskiptum manna borð og störfin voru æði fjölbreytt og hétu framandlegum nöfnum. Ég var eiginlega í 8 störfum hann borð. Ég byrjaði sem messastrákur, uppvaskari, ungþjónn, kjallaravörður, viðvæningur, þerna, stýrimaður og háseti.
Lýsing á starfi baksara gefur innsýn í fjölbreytileika starfseminnar. Við sáum þrif og messa fyrir vélstjórana. Þannig borð voru 4 aðalvélstjórar, 4 aðstofavélstjórar, rafvirki, viðgerðarmaður og 3 dagmenn. Þetta voru samtals 13 herbyggi sem þurfti að þrífa, kölluðum það baksa, sem þurfti að þrífa á hverjum degi og búa rúminn og síðan var lítill messi sem ég gaf mat í fyrir vélamennina. Það var nú skett stéttaskipting, sérstaklega milli svona ungþjónanna og restingarfólksins, en þó bar nú ekki mikið á því svona, en því var allir haldið svona dálítið aðskildu. En ekki að það væri neitt stórkostlegur ríkur, eins og milli svartra og hvítra. Og það var aðalega milli það var stýrimennir og vélstjórarnir. Það var alltaf svolítið ríkur þar á milli. Og svo kom restaurantinn og þeir sem voru undir Britanum. Þetta var skipt í 3 hópar svolítið, en allt góðir vinur og kunningjar þeir upp á staðið. Sem sorg og gleði mér gaf, og ég kissi konurnar meðan að blítur mitt bleið. Það var mikill lagi og það var, til dæmis má nefna það að menn borðuðu ekki saman. Yfirmenn sér og undirmenn sér og smyrjara sér og þjónustuliðið var í sér matsal. Alveg eins og farþegarnir á fyrsta farrými og öðru farrými borðuðu sér. Það allt á floti allstaðar, ekkert nema sjón, en segðu mér, hvað get ég annað en hugsað til þín sem heima bíður. Það gilti það sama farþegana og áhöfnina. Alls konar fólk blandaði geði á Gullfossi, en með ákveðnum takmörkunum. Á fyrsta farrými var pláss fyrir 100 manns, á öðru og þriðja til samtals 110. Ekki var samgangur á milli farrimanna. Gullfoss lifði sitt blómaskeið fyrir byltingu í farþegaflugi. Árið 1951 kom meiri hluti þeirra 9.000 einstaklinga sem komu til Íslands með skipi, en 2 áratugum síðar komu yfir 100.000 manns til landsins og aðeins rúm 2.000 með skipi. Upp úr 1965 fór að bera mikið á erlendum ferðamönnum borð og þeim íslensku fækkaði. Síðustu árin var skipinu lagt yfir vetramánuðina, en reynt var að auka nýtinguna með sérstökum hópferðum á haustin og vorin. Þegar ég byrjaði að þá var nú svona frekar fólk sem mátti sér meira í þjóðfélaginu sem ferðaðist með skipinu og hérna hagaði sér náttúrulega engu öðruvísi heldur en aðrir sem komur síðar. Og svo fór þetta að vera svona meira almenningur sem fór að fara með skipinu og hafði efni á því. Og svo náttúrulega í restina þá breyttist þetta náttúrulega, þá var fólk farið að fljúga mikið meira og þá voru svona hópar sem komu með frekar. Hermann Ragnar Stefánsson var skemmtanastjóri í þessum hópferðum. Það voru flest allir sem voru snemma á fótum og komu í morgunverð og morgunmatur var góður þar eins og allur annar viðurgerningur. Nú síðan var svona verið við bara hitt og þetta á sjónum fyrir hádegi. Margir fóru í gönguferð dekkið og aðrir spiluðu og sumir lásu og skrifuðu. En eftir hádegi þá byrjuðum við prógram eftir þennan góða hádegisverð sem var kalt borð, stórkostlegt alveg hjá þeim matsvinnunum og þá spiluðum við félagsvist eða bingo, við vorum á sjó og svo gáum við svolítið hlé og þá var matur og það var gert mikið í því. Það var fjórréttar matur á kvöldin. Það klæddu sig allir upp fyrir kvöldmatinn og barinn opnaði klukkutíma áður og það þótti sjálfsagt að hittast þarna í klukkutíma áður. Nú einu sinni eða tvisvar á ferðinni þá bauð skipstjórinn í drykk hálftíma áður en að gengið var til matar og við höfum þá tónlist á meðan. Það var
svona í reyksalnum. Og síðan höfðum við kvöldtöku kvöldið og ball yfirleitt á eftir. Dansað annarkvort í músiksalnum eða á dekkinu fyrir framan reyksalinn. Og þetta var ákaflega skemmtilegt. Við skulum aðeins líta á skipið og byrjum niður í vélarúminu, þar sem var ríki Ásgeirs Magnússonar vélstjóra og hans manna. Það var jafnan í nógu að snúast fyrir vélamennina, en farþegar höfðu af þessum hluta skipsins lítil afskipti. Þó gekk þar ýmislegt á, einkum á fyrstu árum skipsins. Þegar við fórum á pröfutúr í apríl 1950, þá var svo mikið hristingur í skipinu að það var ekki líft. Og þetta var, og urðu bara tölur vandræði því að það var reynt að styrkja hér og styrkja þar og það lagaðist ekki. Við fórum aftur á pröfutúr og það lagaðist ekki. Það lagaðist ekki fyrir við fengum eiginlega, það var Dani sem heit Prófessor Prohaska og hann ásamt Linharsen sem var yfirverkfræðingur hjá Búrfellsþjóð og ég var í sambandi við prófessor sem ég var hjá í Bandaríkjunum og við fundum það út þá og það var ekki margar skrúfur til þá með 5 blöðum. Við settum 5 blaða skrúfu, þannig að keyptum 5 blaða skrúfu í sambandi við Búrfellsþjóð og þessi 5 blaða skrúfa sem gefur 5 impúlsa, hún dempaði á móti 12 impúlsum sem að vélin gaf, sem var 12 sílindra vél og þetta alveg gjörbreyttist þetta, alveg gjörbreyttist. Skipið verður þarna eins og hálfgerður hlutamanni sjálfum að mann meiri sér hvað stóð á bitunum sem skipið er byggt úr, það stóð kompakt á hverjum einasta bita og búin að velta sér upp úr þessu margsinnis. Og maður fann til með því þegar það fékk á sig bara eins og sjói og önnur áföll. Lenti áreistri þarna einu sinni utan Kaupmannahöfn, Malmöhús og nefbrotnaði. Það fundu til með því. Við höldum okkur neðan Þilja, þar sem ungþjónar og þernur skipsins réðu ríkjum. Þar bjuggu farþegar í litlum káetum og þjónustufólkið sáum að allir hefðu það gott. Þjónustað var á herbergin og hér sinnir Rannveig Ásgeirsdóttir þerna skyldustörfunum. Við byggum neðst niðri á Edekki og þar voru náttúrulega bjöllurnar inn í herbergjunni í okkur sem við sáum hvað var hinn. Og ég var á B-dekkinu og það fyrir neðan brúna, þess að næst efsta. Og þetta var eins og að hlaupa upp á 4. hæð í blokk. Að fara þarna upp. Kannski nýkomin niður aftur, þá var önnur, upp aftur. Og eins þegar vorum að færa fólki á matinn og sérstaklega á morgnana. Þá vorum við með tekönnur og kaffikönnur og þetta var úr silfri allt saman. Og silfur, sykurkur og mjólkurkanna og þetta voru svo þykkt og þungt, þykki botnar og mjög erfitt að halda á þessu. Þú getur ímyndað þér upp á 4. hæð. Kannski að færa á 5-6 herbyggi, svona. Og síðan að fara með þetta niður aftur. Það var enn vera. Og lét fólk færa sér í rúmið þarna alveg? Já, það var oft þó að geta ekki séð matinn. Það vildi fá að samt. Búið að borga fyrir hann vantarlega? Já. Það lét mann vita því sveint að vildi fá sín service að væri búið að borga svo mikið fyrir þetta. En það var erfitt í velting þess að halda á bakka upp, maður þurfti að hífa sig upp með annarri hendinu og halda þessum þunga bakka í hinni. Það gæti verið svona erfitt. En það var líka gaman borð og stundur gáfust til að slaka á. Hefðbundin ferð með Gullfossi hófst í Reykjavík hádegi á laugardegi. Siglt var til Leith, sem hafnarborg Edinborgar í Skotlandi, og komið þangað á þriðjudagsmorgni. Fólki gafst kostur á að fara í stutta bæjarferð, en lagt var af stað til Kaupmannahafnar síðdegis og komið þangað snemma á fimmtudagsmorgni. Síðan lá leiðin aftur heim. En utan háannatímans yfir sumarið voru farnar skipulagðar hópferðir
meðal annars til Kanaríeyja og styttri hringferðir til Bretlands, Hollands, Þýskalands og Danmerkur, svo eitthvað sé nefnt. Ferðir skipsins gengu vel öll árin 23, svo vel að Haukur Þórhallsson stýrimaður segir Gullfoss í raun aldrei hafa verið í neinni hættu og Friðþjófur Jóhannesson loftskeytamaður gat sinnt reglubundnum skyldustörfum sínum af yfirvegun og jafnframt eru margar af þeim myndum sem í þættunum frá honum komnar. En oft var þetta vont í sjóinn. Nú einu sinni þá var ég eftir því að þá vorum við að koma í pentilinn að þá einn gamall vinur minn sem kallaði Bjössi Bátur að hann á útkík þarna uppi og það eru bílar á lúgunni og svona og svo kemur sjór á skipið og allir beygja svona niður undan glugganum þegar það ríður yfir og nú svo siglum við áfram og svo segir Bjössi gamall alltaf Heyrðu stýrimaður, var ekki bíll þarna á lúgunni? Ha, segir Hannes, hvað, bíllinn, hvað? Og okkur djöfull, hann farinn. Þá fór hann bara beinustu leið í hafið. Og verst af það, þetta var bíll brúðhjóna og brúðagjafirnar og allt saman var í þessum bíl. Þetta var Volvo, en ég man ekki hver brúðhjónu voru. Og það fór allt í hafið. Ef Gullfoss á sér einhverja táknmynd, þá það kaldaborðið. Það var frægt all land, kaldaborðið á Gullfossi. Guðmundur Þórðarsson Briti var höfundur þess og fyrirmyndin frá farþegaskipi sem hann fór á til að kynna sér veitingarestur farþegaskips árið 1949. Ég get sagt smá sögu því að það var þarna hátt settur maður frá einu olíufélaginu bandarísku sem hefði farið hér margsinnis kringin í kringu jörðina og ég var skipstjóri þennan túr og hann sagði við mig, hann sagði ég hef verið í Las Vegas og þarna og þarna og þarna og ég hef aldrei séð, ég vissi ekki að Ísland væri til eiginlega en ég hef aldrei séð svona flott borð, þetta flottara heldur en á fínustu næturklúbbum í Las Vegas, hann tók þetta fram sérstaklega. Það var hvergi gefið eftir í eldamennskunni. Við aðstæður sem nú þættu frumstæðar var byrjað í eldhúsinu klukkan 4 að morgni við bakstur og verið að fram eftir kvöldi. Að loknum morgunverði var hádegisverður, kaldaborðið, síðan kaffi og vel útulátið af kökum og auðvitað heitur matur á kvöldin, 3 eða 4 réttað. Stanslaus veisla og Börge Rasmussen, kokkurinn sem hér sést og fleiri sem störfuðu í eldhúsinu höfðu nóg að gera. Í kaldaborðinu voru 30 mismunandi réttir, íslenskir, danskir, þýskir og það stóð alltaf tilbúið í hádeginu, eiginlega alltaf. Það kom fyrir, ég man greinilega eftir ég skiptið að þá í Blankalogni þegar farið út frá Kaupmannahöfn og það var búið að dekka upp hádegisverðarborðið með öllu því kaldaborðið og svo var sigldi skúta fyrir okkur, það þurfti að beygja hart í borð og við það náttúrulega leggst skipið niður og það rann allt út í horn, allt heila draslið og þá þurfti að setja alltaf upp aftur og fresta matnum til klukkan 2 og öllu hent og setja upp nýtt. Sérstök stemning ríkti í matsalnum, að minnsta kosti á fyrsta farrými og áallt var reynt að skapa hátíðarstemmingu. Ný blóm í hverri höfn og hvíta tausur, þetta var alveg hreint eins og 5 stjörnu hótel, fljótandi. Sagt að verið örlítið snobb og ég minnist þess nú svona sérstaklega það við vorum með í borðsalnum, þá vorum við með skipstjóraborð og þar satt skipstjórinn fyrir endanum og hafði 7 farþega hvorum með við sér. Það var 15 manna borð, skipstjóri og 14 farþegar. Nú þarna þurfti að raða niður og var raða niður svona brotborgurum, má segja. Og það vildi nú svona kannski áttu vefjast fyrir. Reyndar sá nú skrifstofan í Reykjavík
niðurröðunina en við urðum svo að spjara okkur sjálfur þegar við komum erlendis að mestu leyti og það vildi nú oft svona þurfti að velta vöngum í hver ætti að sitja þar og hver ekki. Nú ég man eftir einu dæmi til dæmis. Það var frú hér í bænum sem var nú svona þekkt kona og hún sigldi sem oftar með okkur og henni var að sjálfsögðu sem áður var hann sett við skipstjóraborðið. En þessari ferð var hún með hálfstálpaða dóttur sína með sér og vinnukonu sem var búin að vera vinnukona hjá henni líklega 25-30 ár. Nú þegar skipið er farið frá Reykjavík þá kom þessi ágæta kona að máli við mig og sagðist nú vita það að hún ætti að sitja við skipstjóraborðið en hún aftókaði með öllu að vinnukonan eða dótturinn fengi að sitja nálægt henni. Það myndi ekki passa inn í grammið. Fólk var svo fínt á þessum árum. Mikið fínna heldur en í dag. Það var í siffónkjólum og háum hælum og svo fína, sko. Ég verð nú að segja það eins og að mér fannst alla tíð ósköp svona hjárænulegt að vera með þetta kaftæninspúr eins og danskurinn segir það, sko. Velja eitthvað nokkur meiri maður en annar þegar komið út í sjó, ekki allir jafnir bara. En það mátti nú koma svona fyrir einu sinni tvisvar ég man að háttsettir menn í öðru þjóðfélögum þeir urðu út undan og sátu bara úti og svo átti að fara að breyta til, taka aðra frá skipstjóraborðinu og setja hina þessa diplomata í, en það gekk ekki. Það voru fullorðna hjón upp á Bjötekki og það var halla svona hurðin hjá þeim, vissi ekki það mér fyrir utan. Og þau voru búin að klæða sig upp fyrir kvöldmatinn eins og flestir gerðu nú. Og þegar fólk kom niður tröppurnar í bársalinn, þá var kannski sest inn helmingurinn af fólki hvað fylgdi svo með hvað öðru þegar kom niður. Svo var hún búin að klæða sig og allt tilbúið. Þá lítur hún á manni sinn og segir: Jæja, Axel minn, hvort að einu að labba innskef og útskef inn í bársalinn? En það var ekki aðeins borðað á Gullfossi, þar var líka opinn bar. Þegar ég þyrstur, þegar ég þyrstur, þegar ég þyrstur, þarf ég annan til. Ég sigli út í sjávarroki, með seltubræðir allt í koki. Margir fóru bara til þess að drekka brennivín, aðrir fóru til þess að borða, hafa það gott og lesa og hafa rólegheit. Svona þetta var öllum gerð. Þegar ég þyrstur, þarf ég annan til. Það gekk náttúrulega á ýmsum lífið borð. Fólk fer út að skemmta sér og það fær að skemmta sér, að nóg var að taka og mikið að borða og drekka. Yfirleitt hafði þið engin vandræði, ekki minnst kosti svo ég vissi til. Það var nú mest asni, vodka og ginger ale og með sítrónu og sénifur og kók. Gunnlaugur Kristjánsson var barþjónn borð árum saman og hann lýsir deginum frá því sjónarhorni. Við opnuðum nú barinn klukkan 10 á morgnana og þá kom nú fólk svona í bjór og svoleiðis fyrir hádegið. Svo afgreiddum við líka koníakið og kaffið í Reyksalnum og svo lokaði barinn klukkan 2. Svo var opnað aftur klukkan 5. Það var nú yfirleitt svona rólegt til 6 því að þá klæddi fólk sig alltaf upp á kvöldin áður en það kom í drykk fyrir matinn. Og
Svo fór það niður klukkan 7 og borðaði og kom svo aftur upp svona um 8-leytið og þá fór það í kaffi og líkjöra og konjak. Svo svona drykki á eftir. En það var alltaf lokað 11:30 á kvöldin, svoleiðis en það fannst nú mörgum þetta ansi snubbugt að fá ekki að vera lengur. Því var fylgt fast eftir að rólegt væri á næturna, svo farþegar hefðu svefnfrið, enda var skipið fremur þröngt og aðstæða til skemmtanahalds borð takmörkuð, þó viljinn væri fyrir hendi. Reyksalurinn var góður, sko fyrir sinn, hvað ég segja, fjölda og sama mátti segja á öðru plássi, en þeir átt að safnast öllu saman þá var náttúrulega þröngt. Við fengum bara auka stóla og það var engin staður góður til þess að dansa eða halda upp í svona skemmtun. Við notuðum dekki fyrir framan Reyksal á fyrsta farinni, en þá var það svo óheppilegt að það var beint yfir sko herbergjum, þar sem að fólk hafi kannski gengið til náða fyrr heldur en að við vorum tilbúin. Nú, músíksalurinn var mjög góður og skemmtilegur og þægilegur og vinalegur, en það var náttúrulega allt og lítill fyrir alla þennan fjölda. Bjartar vonir vakna í vorsins ljúfa blæ, bjarmar yfir björgum við bláan sæ. Fagur fuglasöngur nú fyllir loftin blá, brjóstin ungu bifast af blíðri þrá. Í æðum ólgar blóð, við aftan sólar glóð, ég heyri mildan hörpu slá. Ég heyri huldu mál sem heillar mín. Á milli þess sem farþegar slökuðu á, átu og drukku, gátu þeir komið við í verslun skipsins, sem var lítil skonsa sem seldi framandlegan varning. Meðal annars Macintosh, en sá munaður öðlaðist sinn sérstaka sess á Gullfossárunum, þökk sé ötulum sælgætiskaupmönnum í Edinborg. Bylgjur klettin kyssa í kvöldsins ró, viltu mönnur vaka. Ólafur Skúlason aðstóðarbryti var eins konar hótelstjóri borð og sá þjónustu við farþegana. Þegar hann og aðrir áhafnarmeðlimir eru spurðir eftirminnilegustu farþegana eru einkum tveir nefndir, Halldór Laxness og Ásbjörn Ólafsson heildsali og lífsnautnamaður sem ferðaðist yfirleitt nokkru sinnum á ári með skipinu og bjó í einu svítunni borð. Oft þegar hann var að fara með okkur þá var hann á leið út til Skottsborg sem svona heilsuhæli og náttúrulækningahæli og þá var hann orðinn aðeins þykkur þegar hann fór frá Reykjavík en vildi nú svona halda áfram að borða og nota síðustu dagana áður en hann fer í megrunarkúrinn og þá var nú hlúð vel að honum á kvöldin að það var skorið niður svona í alltaf í heill lambalæri og saltkjötsnútur og kartöflur og þetta var fært upp til hans og síðan vildi hann fá eitt kassa af Anton Berg konfekti með kílókassa. Og þetta maulaði hann líklega við nóttina og við svona héldum honum selskap öðru hvoru til skiptis. Hann fór með kvæði fyrir okkur, hann kunni nú eina benu utan að og fór með hann fyrir okkur svona fram eftir nóttunni, skiptistum á að heimsækja hann. Nú síðan þegar hann kom tilbaka aftur þá snýrist hann dæmi alveg við því að þá var hann fært á kvöldin, þá var það fært aðalega appelsínur, epli og aðrir ávextir og ekkert konfekt. Gullfoss var fyrst og fremst áætlunarskip og flutti fólk og varning sem varð eftir á viðkomustöðunum eða hér heima. En reksturinn var erfiður, áhöfnin var fjölmenn og lestun og losun tók langan tíma. Það var í raun aðeins fyrsta áratuginn sem skipið sýndi hagnað
og allan 7. áratuginn reyndi Eimskipafélagið að leita nýrra leiða við rekstur Gullfoss. Meðal annars var leitað samvinnu við erlenda aðila en án árangurs. Á síðustu árunum voru farþegar stundum aðeins 10 talsins í ferð eða 1 farþegi á hvert 7. skipverja og meiri hlutinn voru útlendingar. En á Gullfoss árunum, einkum framan af, voru ferðalög til útlanda ekki jafn hversdagsleg og þau eru nú. Það sem nú þykja alvanalegar svipmyndir af götulífi í Kaupmannahöfn eða Edinborg þótti framandi þá, löngu fyrir tíma sjónvarpsins og daglegra fréttasendinga frá öllum heimshornum. Á góðri stund með glaða lund við skulum gæta hóps sem skemmta okkur eins og vera ber við syngjum hátt á dönsum dátt. Það svo dásamlegt að vera til og gera hvað sem við tökum sprett, lipurt og létt. Því það lífsgleðin af fjörið sem bætir allra hag. Á góðri stund með létta lund við leikum okkur alveg fram á næsta dag. En í hópferðunum vor og haust var skipið fullt af Íslendingum, oft fólki sem annars hefði aldrei farið til útlanda, fólki sem ekki var vant því að ferðast. Eina vetrarferðina þá sigldi með okkur eldri maður, bóndi að norðan, einn á ferð og við komum þarna til Hamborgar seint að kvöldi og hann kom alveg við mig og spurði hvort það verið ekki óhætt að fara í land því að það kvöld var ekki skipuleg ferð sem hann yfirleitt alltaf. Jú, sagði það var ekkert að því, þetta var nú svona í góðu veðri og svo gamli hann rölti sig í land og segir ekki meira því nema síðan hitti ég hann morguninn eftir í morgunmatnum og það spjalla við hann og spyr hann hvernig það hafi gengið. Jú, það gekk ljómandi vel og mjög hrifinn af því hvað Þjóðverjar voru gestrisnir. Nú, sagði ég, hvernig? Já, það var nú þannig segjan ég fór nú hann upp í aðalgötuna í St. Páli sem nú hérna hafnaborg Hamborgar og þar voru skemmtistæðirnir og þar stóðu fyrir utan borðarlagðir menn og vildu allir endilega bjóða mér inn, hverju mann að þveran. Og síðan hélt ég nú áfram saðan og þáðu nú ekki þessi ágætu boð, fór nú þarna inn í aðra götu og þar sátu stúlkur í gluggum og þær vildu endilega bjóða mér inn líka. Svo ég hugsaði nú væri nú kannski hægt að fá hjá þeim kaffisopa. Svo ég rölti nú þarna upp tröppurnar og inn til íbúðina hjá einni stúlkunni og fyrir maður nú vera gestiristinn því að hún vildi bjóða mér gistingu líka. En ég hugsaði nú að það var nú óþarfi því ég ætti nú vísa gistingu borð í Gullfoss og ég fór nú bara heim aftur. Sumarið 1973 var það síðasta sem Gullfoss var í ferðum á vegum Eimskipafélagsins. Þá hafði orðið kaflaskipti í flutningasögunni því segja má að flugið hafi alveg tekið yfir farþegaflutningana til og frá Íslandi. Þá fóru áhafnameðlimi líka hver í sína áttina. En þeir hittust á dögunum og rifjuðu upp minningar með okkur og það var eins og þau hefðu hist síðast í gær. Hvað segir Gummi? Ég sjá það. Sýttir undir klukkan. Það mátti líka út af mér. Og þau eru bæði. Sérstu fyrir enda. Nei, það sérstu eitthvað. Þú segir ekki. Núna loksins. Þú gegn mér þú. Loksins. Þú segir ekki nefnir hér. Nei, ég alltaf sama. Þessar hvert þungur? Hann að vissu. Ég nýtti. Ég ætla bara að vissu. Það var hrifinn að þessari að vinnu og kannski svona litlir frændur og frængur sem að voru stolt af því að eiga frænda borð í þessu skipi. Takk fyrir.
Það breyttist í restina. Það var svona, elegansin var nú ekki orðin í restinni. Það fólk var hætt að klæða sig upp á kvöldin og fyrir kvöldverðin og svona. Það er svolítið að glansinn minnkaði. Þetta er voða líkt. Þetta er útlendingur. Já. Það er ekki, já. Jú, þeir voru alltaf... Þetta er eitthvað af þessum farþjóðum sem voru að flækjast með. Ég var ekki læs á. Íslendingar satt ykkur svona með bækur. Þetta er borðsalum. Já, við erum að borða. Þetta er sama ferðið þá? Sama ferðið. Skálinn á Austurbakkanum, þetta er Askálinn sem Kannibyði. Já, ég veit, já. Þetta var frábært tími, myndi ég segja. Þetta gekk allt svo ljúft fyrir sig, vandræðalaust. Fólk var, áhöfnin var ákveðin í því að láta farþegunum líða vel og það voru held ég bara flestir í sumarskapi allt árið. Og það var þá mikil tilbreyting fyrir áhöfnina, þó væri mikil vinna og ströng vinna. Það var mjög strangur skóla að vera hérna um borð og mikið álag á hvern einn. En það ánægjan yfir því að vera innan skemmtilegt fólk og fyrir þetta náttúrulega að skoða erlendis bætti það upp tvímælalaust. Ég held að þessi tími hann hafi verið, já hann náttúrulega kemur ekki aftur en þetta er mjög skemmtilegt. Blítt og létt bára skvett vatnum gefur, ljúfur blær, landi fjær, leiðir gnór. Eimskipafélagið hafði nokkurt skeið leitað tilboða í Gullfoss en orðið lítið ágengt. En það hlaut að koma að því að hann sigldi sína leið. Viggo Mock tók þátt í að selja skipið auðjöfri að nafni Kajat frá Beirút í Líbanon. Hann var nokkuð lengi á sölulista, eða ekki á sölulista, hann var svona í bakhundri á sölu aðila. Og þá kemur þessi Kajat og vill borga vissa upphæð fyrir skipið, en svo sagði hann einu svona að pabbi hans vildi ekki að hann borgaði meira. Þegar kemur að því að selja afhentarskipið þá kemur þau ljós að hann hefur gert sig grein fyrir því að skipið uppfyllti ekki allskosta reglur Solas frá 1948 og var í Hamborg lengi að þrasa við mig þetta. Og hann bjóð þar á fínu hóteli og ég kom til hans á hverju morgni og þá hann var alltaf með nýja stúlku í herberginu hjá sér, sem hann kynnti mig fyrir. En virtist ekki hafa mikinn áhuga en að vera svona lengur í Hamborg, fannst mér. En svo komst ég að því á eftir að hann var þá að selja vini sínum Orra, eða Orri, skipið. Þessi Orri átti síðan skipið og fluttið í Pílagríma. 1500 ætla hann að taka borð og ég man að ég var að þrasa við hann það væri ekki hægt því að það bæði klósettmál og annað leyfði það ekki, en hann sagði bara að það er up to the pilgrims, það er þeir ráða því. 18. desember 1976 var Gullfoss, sem þá hét orðið Mekka, á siglingu á Rauðahafi. Borð voru 1100 pílagrímar. Eldur kom upp í skipinu, það rak upp undir land, lagðist á hliðina og sökk skammt frá Sádi-Arabíu. Allir komust lífs af. Góðvegar gleðin hvín, gæfa í svip er skrá, heillar oss heim til sín, heiðríkast fóstur lág, lifum mér ljúfan dag, létteru þessi kjör, Gullfoss með glæstum brag, greiðir oss heilla för. Gullfoss með glæstum brag, greiðir oss heilla för.